dæmi 3. Eða, já, dæmi verkefni 3. Dæmi. Ok, hvað hvað staðið þessu? Dæmi 3, komi. Sílt. Ok. Við erum tilbúin, held ég, nokkuð degi. Stendur offline. Já, ég held að koma inn á svona mínútu, eftir svona mínútu þá byrju núna kemur okkur. Sílt, já. Ok. Þannig að það er svona held ég mínútu leið eða eitthvað þannig. Þannig að ég þarf eiginlega að vera með þannig link opinn samt til að vera með discussionið, sko. Ég vil smjúta mig, en ef það skildi koma eitthvað í spjallinu þá getur fólk að tala við mig. Þannig að þeir sem eru að horfa, ég talaði um enginn chatti hérna. Það er nokkuð við sem. Geti hér. Ok. Þannig að gerum svona. Ok. Ok, svo þetta er dæmi 3, það er. Og þannig að þetta er verkefni að skil nr. 2. Er það ekki dæmi nr. 2, kannski? Er ég að bulla? Þetta er annað skiptið sem ég sé ykkur, þannig að þetta hlýtur nr. 2. Ok, þannig að þetta er dæmi nr. 2. Ég skal laga námið. Allavega, í dag munum við skoða sem sagt þarna hugsa hugtökin sem sagt lexeme og tokens og síðan fara yfir sem sagt þarna hvað er top-down recursive parser. Svona það er svona subjectið fyrir daginn í dag. Structureið mun basically vera þannig að ég fer yfir þannig dæmaskilin sem sagt 2, dæmatímaskilin og síðan í lok tímans mun ég fara smá yfir þannig stórverkefnið sem er framöndan. Þannig að ég ekki bara vinda mér beint í þetta. Ég þarf eiginlega að standa á þessu svæði, held ég sá eftir hérna. Vindum okkur bara í þetta. Herri. Sem sagt, fyrsta dæmið stendur hérna, það er C++ program sem basically er, eins og þau getur séð, eitthvað mainfall sem printar út 10 tölur, 0 til 9. Ok, cool. Þannig að fyrsta liðurinn er basically að við erum að lista upp lexemen og tokens. Ok, og þá er spurningin byrju, hvað er lexeme og hvað er token? Og það, þú veist, hver er eiginlega munurinn á milli þess að tvekja hluta og hvað er þessi fyrirbrigði yfir höfuð? Ok, þannig að hvernig ég myndi hugsa með þessu 2 hluti er að lexemið er sem sagt strengurinn sjálfur, litli strengurinn, á meðan tokenið er tegund af svona collection af svona lexemum. Ok, sem dæmi, útskriður mjög fallega. Þá ertu með sem sagt, ef þú ert með textan sem er kóðinn, þú ert með textan, þú veist eins og þú ert með int, þannig að main, opnulögsvega, eitthvað dæmi, þú ert með textan sjálfan, þá er lexerinn, hann tekur og bútar niður textan í svona litla tóka, þú veist, litla búta. Þannig að hann myndi búta niður intið, hann myndi búta niður mainið, og búta niður opna og loka og þannig að hann myndi sitja svo, hann myndi búa til tóka fyrir hvern og einn af þessum hlutum. Þannig að ef ég tek hérna hlutina og ég ætla að vinna hérna rosa mikið í Notepad. Notepad++. Góðan daginn. Velkomin. Mjög mikið. Og hérna, ok, þannig að við erum með, sjáðu þetta ekki alveg, sjáðu þetta alveg. Þannig að þá erum basically með sem sagt þarna, að lexerinn sem er fyrsti parturinn af hvaða compiler sem er, hann tekur bara textan sjálfan og mappar hann niður á tóka. Hann segir bara hérna int, ok, það er tóki. Síðan segir hann main, það er tóki. Síðan opnar sopnarsvegar, það er tóki, þú veist. Þannig að hann bara svona mappar hann niður á tóka og segir bara já þetta er tóki, þetta er valid, þú veist. Bara strengirnir sjálfur, báðurinn. Og hann er drullu sama hvernig röðin á strengjunum er, hann tekur bara og breytir strengjunum niður í tóka. Ok? En parserinn, hann tekur og skoðar tókana og segir ok, hérna er ég með tóka, ok, eftir ég set þennan tóka þá þarf þessi tóka að koma. Þannig að hann skoðar í hvað röð tókanir eru. Þú veist, má setja upp röðina svona eða má ég hafa þennan tóka hliðan á þessi tóka sem kemur þessi tóki fráttan. Er það bannað eða má það eða þú veist, að meðan Lexer þá tekur öll tók þegar þau tók líka silikon. Silikomin, já. Þú veist, hann tekur, Lexerinn basically tekur allt svona, þú veist, unique, þú veist, eitthvað það er
allt sem þú sérð fyrir þér sem tóka, það er tóki. Þú veist, svona eins og, þú veist, for er tóki, int er tóki, er tóki, það er. Og síðan kemur spurningin hvers konar tóki, af því að það sem skiptir máli er að þegar parserinn fer að vinna á sínum hlutum, þá þarf hann að vita, ok, ég er með hérna type tóka, þá þarf að koma identifier tóki hliðina á, það er. Það þarf að vera rétta tegundin af tókum svona samspilað þeim, skiljum. Þá samt ekki að vinnum eitthvað í parserinn ekki lexinu, þegar lexinu þá bara snikta á space eða núræn og Getur verið svoleiðis, já. Þú veist, það er vanalega þannig að þú getur, þú veist, ef þú ímyndaðir þá er lexirinn rosa mikið bara regex. Bara regular expressions sem skilgreina hvaða strengjaraunar mappast yfir hvaða tóka. Þú veist, eins og int strengjaraunan eða int karakterraunan mappast yfir á þannig að int eða mappast yfir á type tóka. Þannig ef við ekki bara taka fyrsta dæmið sem er þetta dæmi og okkur er beðið að lista upp individual lexemes og the corresponding tokens. Þannig að ef við ekki bara að gera það. Segjum hérna lexeme og token type. Ég vil segja type hérna, af því að það er það sem skiptir máli hvers konar tóki það er. Þannig að hvað er fyrsta token sem þið sjáðu? Ekki satt? Og hvaða lexeme á baka það? Munið að lexímið er bara það nákvæmlega strengur sem stendur þarna. INT. Það er bara int. Og tegundin af tókanum sem er þarna er type tóki. Af því þetta skilgreinir einhvers konar tegund. Eins og ef þú var með karakter, integer, string, float, bool. Allt saman er þetta sama tegund af tóka. Type tóki. Það eru. En lexímið segir til nákvæmlega hvaða tegund það er. Skiljið þið? Þannig að þegar þú ert að skilgreina málið, þá getur þú sagt, þú þarft að vera með type tóka, mér er alveg sama hvernig type tóki það er, það þarf bara að vera type tóki og síðan eitthvað meira. Og type tókin getur verið int, bool, þú veist, float, int, þú veist, string, whatever. Og það er lexímið sem sér það að segja hvað nákvæmlega það er. Þannig að lexímið sjálft væri int og tókin tegundin væri type. Hvað meira? Hvað er næsta? Main, ok. En nú kemur spurningin, af hverju ekki Emma, þú veist? Það tökum við bara random. Af hverju ekki Emma? Einfaldlega út af því að, þú veist, strengur er ekki búinn, þú veist. Hann náði ekki að mappa Emma yfir á eitthvað, þáttur ég. Þú veist, lexirinn, hann væri bara eitthvað, ok, ég er ennþá í regexinu mínu að mattsa, ég er ennþá að mattsa, þú veist, strengin. Það er ekki fyrir en ég enda, annarkvæmst með spacei eða með opnaðarsvega eða með einhvers konar öðruvísi tóka sem má ekki koma í þessari raunu. Þá hætti ég, þáttur ég. Þannig að main, klálega. Þannig að main er lexímið, þú veist. Þú myndir þá að segja að þú varst að passa fyrsta tókan Já. og það getur eitthvað annað, eða karakter í staðið hvað. Já, sem svo bara inta eins og svona. Og þú ert búin að taka int, það, þá er ekki space á eftir og þú vart að það sem reynir sér að taka. Já, það er skilgrein, það er ekki máli, sko. Við þurfum að skilgreina hvernig við separatum á milli tókana, sko. Eins og það eru sömu forðarmál sem nota, þú veist, mörg forðarmál nota space og síðan nokkur sem nota, þú veist, bara svega, af því að, þú veist, það skiptir ekki máli með svega og það eru, þú veist, það fer bara eftir hvernig þú vilt forðarmálið gerir, eða hvernig forðarmál er, en þannig að, þú veist, eins og hérna myndi hann mattsa bara INTA og hann myndi segja, þetta er identifier, þetta er bara strengur sem ég skil ekki, þú veist, sem er ekki reserved, eða sem sagt keyword, og ég veit allir hvað keyword er. Það er bara basically, þú veist, litli strengir í innan málsinn sem er búið að segja, hei, það er bannað að nota þetta í neitt annað heldur en ég nota, það er, málið þarf að nota það. Ekki satt? Eins og bara, þú veist, for, eða return, eða þannig, eða int. Hvað sér? Þetta sést ekkert það sem ég er að gera. Það er svolítið óskýrt. Þetta, pröfum. Ok, þá ætla ég að slökka þessu, oh my god. Já, ég skil okkur. Ok. Já, sem sagt ég er að stríma þannig að svona. Ok, ég skal posta þessu á Pjazza. En já, þetta er sem sagt dæmatími 2, svo við séum alveg með þetta á hreinu.
Piazza og við ætlum að fara hérna í Programming Languages og það með fjölnema og ég ætla að segja edit nýr grunna kannski ég gera það betur eftir kannski er þetta sami linkurinn meikar það sens þið búin að kíkja á þetta? Var það betra? Er betra að streama? Ok, cool þannig að ég veit ekki hvort það þá recordist frá því sem ég byrjaði eða gæti verið, vonum bara að það sé ok, afsækið þetta ok, held að ég sé alveg örugglega með þetta í gangi skulum bara checka, já, ég með þetta í gangi frábært, ok, þannig að ég var hérna ok, hvar var ég? Já, skoða main, ok hvers konar tegund af tóka er main? Ef við komum aftur á dæminu það er, þú veist er þetta, þú veist type tegund? Nei, þetta er ekki type identifier, alveg rétt að þetta identifier fall þetta er bara einhvers konar identifier og takk eftir að, þú veist oh no jú, það kom síðan í gang haha takk eftir að, þú veist, við erum með þú veist, identifier tóka sem er bæði verið fallanafn og fyrir breytuna þannig að main er að tegundinni identifier ég kann ekki skrifa identifier, þetta er ruglega villust þetta er að tegundinni identifier og síðan ef við með hérna hérna inni þá er það líka að tegundinni identifier af því að það er bara að skilgreina breytu og takk eftir að, þú veist, við erum með þetta eru tveir, þannig að mismunandi tókar en af sömu tegund þannig að þegar parserinn er að skoða þá er honum sama hvað stendur nákvæmlega þarna hvort það sé main eða main eða eða eitthvað þá þarf að fá tegundina af tókanum, þú veist, identifier skiljur, þannig að þegar þetta declare eitthvað þá þarf hann að fá einhvers konar type einhvers konar identifier og semikomi skiljið, þú veist og það nákvæmlega hvað leggsímið á bakvið er þannig að, þú veist, mín spurning er líka þú veist, hvers konar tegund er þetta hérna? Já, þetta er bara int þetta er bara, token tegundin er int og því að þetta bara segir til að þetta sé int-tala og þú getur verið með, þú veist, int sem er alltaf læg en hvernig ferðu value að intinu? Gerðum við leggsímið. Leggsímið segir nákvæmlega töluna. Leggsímið er 10, token tegundin er int. Það er við. Þannig að þegar þú ert að reyna að fá, þú veist, lega parserinn er að reyna að fá upplýsingar hvað er að gerast í alvöru heiminum, ekki bara að checka hvort það sé rétt uppsett. Þá getur hann sagt eitthvað, hei, ok, ég meina int tegund af tóka í hendunum á mér, mér langar að fá hvað gildið að int-tölun er. Ok, þá bara nægi leggsímið fyrir það. Það er leggsímið fyrir þannig hennar hlut er literally 10 og tegundin er int. Skiljaðu mig? Þannig að, þú veist, leggsímið er alltaf bara nákvæmlega sem stendur innan kóðans meðan tókin er tegundin af hlutnum eða við hugsaum svoleiðis. Hvað er að gerast? Hver bútur er? Það er þannig að ég fer aftur yfir svona heildarmyndina þá ertu með, þú veist, með textaðinn sem er bara, þú veist, kóðinn þá leður lexically analysaran þá ertu basically að búta kóðinn upp í litla tóka og bætir hérna lexíminu við allstaðar þannig að, þú veist, alltaf leður sér 10 þá lætur ok, int tóki með 10 lexím, cool og síðan leður við förum yfir í að parsa þá allt í henni fer að skoða, ok, er þessi röðun af tókum rétt? Ok, er það þetta, þú veist, með mér bara er vídeoið gott núna, er það vídeoið sem ok, awesome herri, ok, þannig að þið eru ekki að skilja allir að veist, þetta hérna er basically að við listum upp ok, bara höldum áfram aðeins listu upp hvað segið þið hvers konar tóki er þetta hérna? Svona, þessi kátt Þetta er bara fall, þar af leiðandi er þetta bara identifier. Þetta er bara identifier, þú veist.
þetta er bara með lexímið C-O-U-T. Count. Þetta er identifier. Og þannig hérna þú veist, og sé einhverjum spurningir, sko, hvaða tóki er þetta? Þetta er return token. Það er bara einn tóki fyrir return, veist, af því þetta er keyword. Það veist, ef það er for, þá er það bara, þetta hérna er for token. Þetta er bara, þú veist, ef ég hugsa ykkur, þá er þetta ein eining, return. Þetta er bara, þetta hana er return token. Og lexímið fyrir þann er return. Þar við þurfum aldrei að nota það, við þurfum aldrei að pæla í hvað stendur, af því við vitum það. En þetta er eins og, þú veist, eins og öll keywordin eru með sin eigin tóka. Þau eru þessin eru svona special, þú veist, við viljum halda þeim ekki frá því að vera skrifið í language-inu. Þú getur ekki, þú veist, eins og þetta hérna er tæknilega séð keyword, þar alveg, þú veist, þetta er ekki opna svega, það er ekki, það er keyword, tæknilega séð. Þáttu að segja ekki word, það er strengt, þú veist, karakter. Það er það. Ok. Það er svona nokkuð sáttir. Hvað finnst ykkur? Er þetta skiljanlegt? Ég er búinn að tala við mig hérna. Engi er búinn að tala við mig þannig. Ok. Viljum við hoppa í næsta dæmi eða viljum ég hérna fá aðeins meiri útskýring á þessu? Já. Sjáum til. Skulum skoða bara hérna problem set. Skulum fara bara hérna. Allar lausnir verða gefnar út sem sagt þannig að í næstu viku. En núna alltaf er ég að livestreama þannig að ég er að sína allar lausnir. En þannig getur þú séð, þú veist, að þetta er bara increment token. Ok, við erum með þannig að increment token og hérna kemur önnur svona pæling þú veist, er þessi hérna tóki og þessi hérna tóki sami tókin? Klálega ekki. Þetta er eins og bara ef þú væri með int og int a, þú veist, þetta er klálega ekki sami dótið. Þannig að þetta hérna er, þú veist, less than, á meðan hérna er eitthvað sem við myndum kalla left eða pípa. Ég myndi kalla þetta pípu. Þú er bara að pípa hlutum inn í fallið. Megasens, fyrir mér. En ok. Erum við káttir eða? Cool. Þannig að sér að þú veist, lexími hérna er bara það nákvæmlega stendur í kóðanum á meðan token type er bara tegundir af tóka. Token type er það mismunandi milli fordóma? Já, þú veist, þú getur hugsað að þú veist, meðan þetta hérna er ekkert endilega heilagt hvað þetta nákvæmlega heitir, sko. Þetta er bara, þetta hérna eru mismunandi token tegundir. Þú veist, þetta getur verið bara A, B, C, D, E, F, þú veist. Þetta er bara verið að skilgreina þannig að það séu make sense nöfnuna. Þannig að þú veist, fordómál eins og Python er held ég mjög lítið að nota svona. Það er left bracket, right bracket. Það er náttúrulega bara að nota tabs til þess að identify blocks. Það er. Þannig já, það er klálega mismunandi milli fordómála. Ok. Herri, og hér kemur partur B. Og ég er eiginlega pínur búinn að hinta þessu nú þegar, en hérna erum við með setningu sem er basically lítur, eins og við sjáum þetta bara mjög vitlaust út. Allir sjá að eitthvað er bilað hérna. Og þá er spurt hvort er þetta lexical error eða syntax error. Og munið að þetta eru tveir mismunandi hlutir. Það er annars vegar, þú veist, lexerinn er svo sem bútar niður alla strengina, niður í tóka, og meðan parserinn sér að bútarnir, eða tókanir, í réttri röð. Þannig að hvort haldið þetta þannig að sé lexical error eða þetta er klálega syntax error. Einfaldlega út af að ef þú opnar for þá koma opnasvigi, ekki lokasvigi. Ekki rétt röð. Á meðan lexerinn myndi bara eitthvað for, það er í málinu, ok? Þú
þú veist, opna sig, það er í málunni. Loka sig, þú veist, þetta er allt í málunni. En ef þú væri með for A, C, þú ekki lexíðan halvpartið því þá líka? Nei, það myndi ekki kosta því. Ég ætla núna að sýna ykkur mjög gott dæmi með, þú veist, hvað er, þú veist, virkilega munurinn á milli, þú veist, lexical og syntax errors. Ok, gefum okkur við sem bara með mjög einfalt mál. Ég ætla að kalla þetta þú veist, verður að, þannig að plus og þetta er bara málið að þú getur plussa saman eða mínusa saman. Þannig að mínus ok, og síðan höfum við líka að getur orðið að, þannig að, nei, skulum hafa þetta svona, fyrirgeði, þannig að sé aðeins fallara. Halleluja. Verður að, þannig að, þú veist, einum eða tveimur. Þannig að þú veist, það er bara basically, þú getur plussa saman 1 eða 2 eða mínusa saman 1 eða 2. Þannig að klálega að þú skrifar svona mál, þú veist, þegar þú skrifar 1 plus 1, þá er það í málunni. Þannig að þú ert get happy hérna, ekki satt. Ok? Þannig að þannig ertu bara búin að tjekka að það er þú getur, það er allir þessi stafir í málinu og þeir eru réttir röð. Ok? En hvað með þetta hérna? Ef ég segi bara 0 plus 1, hvað gerist núna? Nákvæmlega. Bara 0 er ekki til. Bara ég get ekki breytt 0 yfir einhver tóka, ég veit ekki hvað 0 er. Lexer error. Skiljiði mig. Og síðan á móti kemur, þú veist, ef ég segi hérna 1 plus 1. Þú veist, er þetta hana til? Hvað myndir lexerinn gera? Lexerinn myndir lappa yfir og segja 1 er í málinu, cool. Plus, já, plus er í málinu. Annar plus, já, fullt til í málinu. Síðan bara 1, já. Og parseri myndi segja hei, 2 plus á hlið við hlið, það meikar ekki sens, það er ekkert svoleiðis hérna. Hvergi er það skilgreint hérna. Þannig hérna erum við að tala um lexer error. Hérna erum við að tala um syntax error. Þið skilja munin? Þið sjáðu munin? Þegar lexíðan er rúða yfir þáttu, þá er það leita, þetta tók í til í málinu. En ef þú identifæður geta verið... Bara ótrúlega mikið. Það er málið. Já, það er mjög góða punktur, þú veist. Hvað er þá lexical error ef allt er lifilegt, það er alveg góða punktur og það er, þú veist, það sem ég myndi segja, þú veist, ástæðan, þú veist, þú myndi sjá því næsta dæmi, en ef þú varum einhvern kínverskt tákn, þá kannski væri lexerinn bara eitthvað, hei, ég veit ekki hvað þetta er. Eða einhver svona Unicode symbol sem maður veit ekki hvað er. En síðan kemur náttúrulega á móti fullt af forritunarmálum styður Unicode, þannig að maður svona, það getur ekki verið að nánast ekkert sé lexical error í málum sem styðja öll symbols. En ef þið skiljið, þú veist, eins og þú veist með einhvern kalkulator, bara kalkulator, bara eitthvað 1 plus 2 plus 3 eitthvað, og allt inni kemur þannig á milli inn í strengnum, þá kemur bara eitthvað, lexical error, þú veist, bara, þetta er ekki til í málinu sjálfu. En ef málið dekkar nánast hvaða streng sem er, já, þá er mjög erfitt að finna lexical error í. Hvað er það? Ok. Þannig að við skulum fóka aftur í dæmið og þá kemur spurningin, ok, þið svöruðu rétt, alveg klálega rétt að forleikjan hérna er klálega syntax error. Og þá kemur spurningin, hvað með þetta hérna? Þetta er plus. Lexical error, nákvæmlega. En fyrir þetta þannig bara er, þú veist, identifier, eða þannig er @merki og @merkið er ekki til í, þú veist, málunni. Þótt að ég held að sé til einhver útfærsla af C++ sem leyfir þetta, þannig að, þú veist, dálítið slæmt example fyrst mér. En já, ok. Okay, follow the following conditional grammar for simple programming language P is given. Og núna erum við að fara að koma í góða stafið, sko. B-liðurinn þessi er mjög skemmtilegur, sko. En tökum A-liðin fyrst. Ok, þannig að þið veitir hvað þannig að prefix notation er? Vonandi? Þú veist, ef við með einhvern plus 2, 4, þá er það basically 2 plus 4. Þetta er bara operationið er gert á undan, þú veist. Það er fyrir að láta á milli, það er bara fyrir undan. Þannig að við erum með eitthvað language hérna sem lítur svona út. Ok.
Og við erum að finna þennan hennar streng með þessu language. Ok? Þannig ég ætla að poppa aftur yfir í hérna þannig henni gaur. Og okkur langar að finna þennan hennar streng með þessu hérna language. Geti ekki poppa svona, kannski ég núna svo, ekki svo aðeins neður. Ok, þannig að hérna erum við language okkar og þetta strengurinn sem við viljum generata. Þannig að við skulum bara byrja á því að þannig að við tókum þetta í senst tíma líka hvernig við erum að leiða svona út. Við skulum gera bara með því að leiða út strengin bara eitt skref í einu, ekki búið til 3. Þannig að við myndum byrja þá að segja P, af því að það er byrjunartáknið, P verður af hverju, hvað myndi byrja á að gera? P getur annarkvort orðið að sviga, expression sviga eða integer. Og þegar það er sagt integer þá er talað um einhver tölu. Sem sagt töluna 2 eða töluna 4 eða hvaða tölu sem er. Þannig að við byrjum á því að leiða það út strengin. Hvaða reglum myndið þið nota? Við erum að leita þessum hérna streng. Nota bene. Ekki. Þannig að opnum svega, segjum expr og lokum svega. Ok, og hvað er þá næsta sem við gerum? Ég ætla að gera þetta svona þannig að við sjáum afleiðsluna svona niður á við. En þetta er það sama og ég myndi vera hérna svona, ég myndi halda áfram hérna. Ok, hvað er næsta sem við myndum gera? Við myndum breyta expression, ekki satt? Og expression getur bara orðið einum hlut. Þannig að væntanlega myndi að vera þann hlutur. Þannig að við opnum svega, segjum opper pp. Ok, nú ætla ég að láta þetta svona upp, þannig að við sjáum þetta alltaf svona expanda niður á við. Ok, þannig að nú kemur spurningin. Hvað ætla ég að skrifa næst? Hvað er það næsta sem ég geri? Og ég taka opper eða p eða hitt p-ið. Afleiðslu. Mikið rétt. Þannig að við skulum reyna að halda okkur við vinstri afleiðslu af því að það er það sem við erum að gera í stóröknunum. Þannig að vinstri afleiðsla eða left derivation heitir það, er basically taktu strengið sem þú ert með og taktu alltaf lengst til vinstri og afleiðstu það, leystu það úr því fyrst. Þannig að tekur alltaf lengst til vinstri og við leysum úr því fyrst, bara á fulli. Þannig að hvað ætlum við að gera fyrst? Lengst til vinstri, þannig að það er opper, þannig að við ætlum að breyta opper í hvað? Það getur þetta, það er hérna plus, mínus, hvað? Breyta það í plus, hljóðar, p. Þannig að við erum með endur svona, ok? Og þá sjáum við að, ok, við erum búin að breyta opper í plus. Ok, nú þurfum við að díla við næsta p, eða fyrsta p-ið stakkilega sér. Og þið sjáum að hvernig leftmost derivationið virkar. Það er alltaf að taka lengst til vinstri og síðan eins og strengur svona expandi til hægri. Þú ert alltaf að vinna lengra og lengra inn í strengin. Ok, þannig að nú erum við komið plus og síðan hvað gerum við þetta hérna p? Það er ekki, þá þurfum við að gera það innan svega. Þannig við gerum hérna expr og síðan gerum við p hérna. Ok, hvað svo? Ok, er ekki, opper p. Make sense? Ok, og svo hvað? Og takk eftir að við erum alltaf á leftmost, þannig að alltaf bara poppa það til hægri. Þannig að opper verður að, ekki sagt, hvað gerist þetta hérna p? Æ, ég ætla. Og já, það bannar líka að gera of mörg skref í einu. Ég stundum tenda að gera það, bara já, þetta er alltaf komað. P verður að hverju? Sem er? Takk. 2. Og svo 4. Nei, Jesus! Ég er alltaf fljótur á mig maður. Hérna. Og svo þetta hérna það var 2 og þetta hérna 4. Ok, þið sjáðu hvað það er að gerast. Þú veist, ef við horfum svona að fá því svona diagonal línu hérna upp, þannig að þið sjáðu bara alltaf poppa, þú veist. Þannig að leftmost er bara að linnu svona á sig. Ok? Ok, og svo hvað er næst? Það er ekki, þannig að við förum inn yfir x. Hver? Ekki búin að það? Ok, og expression verður að því sem einu sem þið getur orðið. Opper, p. Ég er að reyna
Handa mig. Múndri, var það flatt. Ok, allt byrja að verða hverju. Mínus. Frábært. Núna má ég ekki lappa hérna alltaf alltaf. Svona. Nei. Já, herri, þú ert snillingur. Frábært. Ok, og hvað er svo? 6. Djúvill, þetta er næs. 3. Og bara eitthvað, lo and behold, þetta er akkurat það sem við erum að leita að. Djúvill, þetta er fínt. Magnað. Ok, þannig að þetta hérna er hvernig við myndum nota leftmost derivation á þessu grammari til að búa til þennan streng. Ok. Allir sáttir með þetta. Geggjað. Cool. Ok, nú kemur meira interesting parturinn. Þetta sæla að vilja þetta út. Þú veist, svo, þú veist, línu eftir línu. Þú veist, mér finnst bara þægilega að horfa á það svona, þú veist, svona niður. Og líka ég er náttúrulega með svo lítið pláss að ég hef ekki alltaf, þú veist, svo langt, sko. En, jú, þú veist, ef þú gerir svona þá er þetta alveg jafnveg kvölöfund og hafa hlið við hlið, sko, þú veist. Þetta sýnir bara hvernig afleiðslan er. Og takk eftir því að þegar við erum að biðja leftmost derivation og rightmost derivation eða einhvers konar derivation, þá þurfum við að sjá hvernig þið bjuggu til strenginn en ekki gefa okkur tré. Basically, þú veist, ef þú skifir bara tré, þá veit ég ekki hvernig þú bjóst til tré, skiljum mig. Ok. Nei, næsta dæmi. Það er bara nákvæmlega sama language. Og við erum að búa til recursive design parser fyrir P. Notandi Java eða C++ syntax, einhvern svona þannig. Og við getum að zooma að við séum með lexical analyzer sem returnar token type-inu okkar. Ok, og við getum líka að zooma að það sé eitthvað errorfall. Ok, það hljóma geðvægt intimidating, en just watch. Sko, þannig að þegar maður er að gera top-down, sem sagt, recursive design parser, þá er það basically að þú mappar hverju einastu non-terminal fyrir hérna yfir á fall. Þannig að í þessu dæmi værum við með 3 föll. Ok? Hvert fall útskýrir sig sjálft með því að segja, herri, það sem P á að gera er að ég á að líta strenginn, tókan sem ég er með í höndunum akkur núna, og ég á að checka, er ég með opna program? Ok, ef ég er með það, cool. Þá segi ég, þá bara næ ég næsta tóka, cool, komið hann í hendina, og síðan segi ég, hörru, hvað ég gera næst? Já, ég kalla expression, sem er annað fall. Sem er þetta hérna fall, expression fallið. Þannig að ég kalla bara expression, og hann sér bara allt sem er inn í þessum svega, og síðan lega hann returnar, þá að checka, ok, nú á ég lokasveganum. Nú ætlum ég að checka hvort ég sé núna í höndunum með mér lokasvega. Þannig að þetta er basically nákvæmlega hvernig body af P mun vera. P mun basically checka, ok, ef ég er með opna param, ok, þá ætla ég að kalla expression, bara kalla á það, og síðan ef expression er búið, þá mun ég sjá hvort að ég verð með í höndunum lokaparam. Og síðan takk ég eftir að það er hérna eða int. Þannig að ég þarf að checka, ok, ef ég er með opna param, ok, ef ég er ekki með opna param, þá þarf ég að checka hvort ég sé með int í höndunum. Ef ég er með int í höndunum, þá er ég búinn. Ok, ég held að ef við gerum þetta, þá meikar það mjög mikið sens. Þannig að ég skal bara dempa okkur út í þetta. Ok, nýr gaur og okkur var gefið hérna þessi kóði. Og ég ætla að gera þetta með Java highlighting. Ok. Get ég að minka þetta? Er þetta samt sjáanlegt? Held það, vona það. Ég ætla kannski að minka þetta hérna bara pínu líka og svona. Ok, þannig að við getum okkur gefið að það sé til fall sem heitir legs og það gefur okkur einhvers konar enum sem segir til hvers konar tegund að tóka þetta er. Og takk eftir að við erum með left param, right param, int, plus og minus. Og þetta eru einu tókanir sem eru til í tungumálunni. Þannig að þú myndir fá eitthvað markvöldun, þá myndir þú segja lexical error. Og hann sér það, þannig að lexirinn sér það. Þú ætti ekki að pæla í því. Þú ert bara að pæla í parserpartinu. Þannig að lexirinn er búið að útfara fyrir okkur. Ok. Þannig
Þannig að, ok, förum bara eftir þessu rosalega þægilegu formúlu að þegar þú ætlar að búa til svona parser, þá bara horfir á non-terminal hérna, p, expr og opper og bara býrði til föllin fyrir það. Þannig að ég ætla að búa til void fall p, ok, ég ætla að gera bara svona, void fall p og void fall expr, ok, og void fall fyrir opper. Ok, þannig að það er 3 föll. Þetta er trikkið, 3 föll, ok. Og síðan það sem við gerum í föllunum er að við spyrjum, ok, herri, er ég með í höndunum mínum akkurat núna open param, eða left param, L param. Og hvernig við tjekkum það? Við tjekkum bara, ok, next token, við vitum að það er búið að deklara það fyrir okkur. Það er bara þá sá token sem við erum höldum á akkurat núna. En ef next token, ef hann er af token code.lparam, ok, þá veit ég að ég er í business. Þá veit ég að þessi token er opnuparam. Og hvað ég gera þá? Okay, þá þarf ég að kalla expression. Það er það sem expression gerir, þú veist. Expression sér það sem er inn í sveigjanum. En áður ég gera það, þá þarf ég að vissum að, þú veist, vera vissum að expression fái þann token sem hann á að fá. Ok, ég ætla að skrifa þetta upp. Expr. Ok, þannig að þetta er literally fyrstu 2 skrifin innan þess vegna parts. Þannig að ég er búinn að tjekka á opnuparam og ég er búinn að kalla í expression. Þannig að sjáðu hvernig recursionið er að gera. Þú veist, recursionið fer niður í expression og síðan fer expression aftur upp í p. Þannig að þannig kemur hvernig þetta recursar svona niður. Síðan ef þú lappar upp þá ertu ekki að validata að þetta sé allir í lagi. Þannig að, já. Ok. Þannig að næsta sem við gerum er að við tjekkum, hey, ok, expression er búið, allt tjekkað út, fine. Þannig að við tjekkum, ok, við þurfum núna að tjekka ef það sem við erum í höndunum, sem next token, eftir expressionið, ef það er, hérna, token code, rparam. Ef það er rparam, þá erum við business. Þá basically erum við búin að tjekka að þessi hérna hlutur sé á réttum stað. Ekki satt? Ok, og eina sem við þá að gera er að, ok, fyrst að við ætlum að vera góðir við þann sem er að nota okkur og við þurfum að lesa aftur, af því að við vorum að tjekka tóka. Þannig alltaf við tjekkum á tóka þá þurfum við að lesa. Og síðan returnu hérna. Takk eftir að þetta er aðeins öðru return, svona. Takk eftir að það er aðeins öðru í heldur hvernig lausnin er, af því að mér finnst þægilega að structure þetta sem bara blokk af kóða. Þannig að ef við erum hérna inni, þá er allt í góðu ef við náum hingað niður. En ef við náum ekki þangað niður, þá erum við klárlega í einhverju poppa. Skilur við? Þá kemur einhver error. Ok. En hins vegar er annað case. Það er þetta case. Við erum með integer. Þannig ég ætla aðeins að bíða með því að skrifa errorið hérna niðri. Við erum eftir að gera hérna, þú veist, .intið eftir okkar. En áður fyrir það, þú veist, finnst þér hérna að vera komplex? Þú veist, er þetta, skiljið hvað er að gerast hérna? Þú veist, við náum í token, checkum þetta leðbræðan. Ok, náum næst toka, köllum á expression. Hvað er þetta að gera því next token saman með lex? Já, lex basically skilar okkur næsta toka. Þannig að við erum einhverjum streng. Ímyndum okkur að við séum inn í þessum fallega streng sem við vorum í hérna rétt áðan. Þannig að ég ætla að gera svona. Þannig að ef við erum bara alveg á byrjuninni, þá náttúrulega er p fyrsta skilyrði sem þú myndir gera. Þannig að hann býst við að fá opnarsveigjan. Þannig að hann mun lesa opnarsveigjan og lex, þessi hérna lex-gaur, mun skila þér þessum hérna tóka. Og síðan það er hérna alveg uppi, alveg hérna er bara parser. Þegar þú kallar það parser, þá er þetta byrja að parsa. Þannig að lex hérna mun náði í næsta tóka, bara fyrsta tóka, sem sagt, þannig hérna, opna sveigjan. Síðan þegar þú ert búin að tjekka, já, ok, þetta hérna klárlega stóðst, þetta er open param, ok, þá nærðið næsta tóka, sem er plusinn hérna, og ert ekki að pæla í honum, af því að expression er eitthvað sem mun þurfa hann, áður. Þannig að þá heldur áfram, þá basically ertu komið með þennan tóka í next token, og lex er basically skilaðir því. Ok. Skiljanlegt. Já. Þú ert með annað á milli sko, er það returnaði Já, þannig að þetta er allt voidfull, þetta er bara til að checka, sko. En já, þannig að
þú myndir sjá það bara momentarily. Ok, við skulum klára hérna int-gurinn. Þannig að við erum búin að fulfilla að þetta hérna sé bara solid. Ok? Núna þurfum við að gera int-gurinn. Ok, hvernig gerum við hann? Well, ef þetta ekki eldparam, þá þarf það að vera eitthvað annað. Þá þarf það að vera next token sé þannig að sé hvað? Int. Já, token code.int. Ok? Svona. Ok, og ef það er token code.int, þá hvað? Það er bara búið, þú veist. Það er ekkert meira, þú veist, það er ekkert svona kalla kannar fall eða tjekka eitthvað fleiri, þetta er bara eina sem þau erum að tjekka, þú veist. Ok, þetta er int, ég er done. Og þá, alltaf ef þú ert done, þá segir þú, ok, ég var að tjekka tóka, alltaf leið tjekka tóka, þá þarf ég að ná í næsta, skilur við. Því að ég var að validata þannig tóka, þannig að næsta tóki er unvalidated og það á að halda áfram, skilur við. Ok, þannig að hérna er ég basically búin að, þú veist, returna ef þetta er valid og nú kemur, þú veist, errorið mitt inn af því að, hey, ef hvorugt er satt, að þetta sé ekki left param og eða ekki integer, well, þá er hvað? Þú veist, þá veistu að, þú veist, það er ekki neina önnur leið sem þetta hérna virkar. Það er annarkvort opnast á þessu eða opnast á parameg, þannig að þá myndi ég dundra hérna error. Skiljaðu mig? Er þetta skýrt? Þannig að ég bara stöðu alltaf execution eftir ég bara búin að validata þessi rétt og bara eitthvað done, cool og síðan error fyrir neðan ef ég næg að komast allir leið þangað niður þá er eitthvað að. Þannig að þú veist, þetta er hvernig ég structure kóða minn til minn sjá lausnina hún er aðeins öðruvísi. Það var hann með meira if else, þannig hann tjekkar hvernig einasta error þú veist. Alltaf að hann lesa eitthvað og sér að það er vitlaust þá return hann errori og þú veist. En já, þetta er, mér finnst einhvern veginn þetta hérna að vera þægileg leið til að hugsa um þetta. Bara þessi blokk coverar þetta case, þessi blokk coverar þetta hérna case og ef það er villa, þá er bara villa fyrir neðan. Þetta er ekki að vandræða þegar það er next token þegar þú ert á endan á þreiflega? Já, það var alveg í venjulegum fórhundunarmálum, þá var eitthvað sem heitir end of file og það væri tókið sem allir myndi bara stoppa. Þannig að það er góð spurning samt. Ok, herru, tökum núna expression og tókum spurningin, hvað gerum við hérna? Hvað gerir expression? Ég kalla offer. Það er fallið, þetta er bara fall, þetta er bara eins og expression hérna. Þannig að ég kalla offer. Hvað gerir svo? Ég kalla P. Og sem kallaði P. Þetta er alveg magic. Þannig að þetta er literally nákvæmlega það sem expression er að gera. Hann kallar bara önnur föll. Bara delegator vinninn áfram. Af því að hann er ekki að, þú veist, ef þú horfir virkilega á grammarið, þá er hann hvergi að tjekka á terminal. Hann er hvergi að tjekka á plus, mínus, opposite, logisvega eða einu integer. Hann er ekki að tjekka neinu. Þannig að hann heldur bara áfram, hann bara segir já, ég veit að röðin á að vera, ég á að fá operator, síðan að fá P og síðan að fá P aftur. Þannig ég bara valið þetta, þú veist, operator, þetta sé rétt röð, sjáðu bara, þetta er bara að valið þetta röðin sé rétt. Og notabene, allt sem þarf til að breyta sig í innlum er svona. Breyta sig í hana, þú veist, með plusun á milli. Sjáðu minni. Þannig að já, þú veist. Þetta er literally bara til að röðin sé rétt. Ok? Og hvað með upper? Akkurat. Þannig að ég ætla að taka hérna kóða því að ég næði ekki að skrifa alltaf mikið kóða. Svona. Þannig að ég tjekka hvort að næsti karakter sé plus eða að næsti karakter næsti token, sorry, ekki karakter. Næsti token sé token code minus. Svona. Þannig að ef hann er annarkvort plus eða mínus, það er góður. Ef ekki. And þetta er cool. 20 línur og bara komin parser. Bara eitthvað, what? Mjög cool.
Þannig að, ef þið hugsið ykkur, þá getur það allir bara komið með reikningar. Hérna, bara, þú er búin að valida þetta reikningaðgerðir. Það vantar pínlítið upp á til þess að þú getur reiknað með þessu. Það er cool. Gekk cool. Ok. Erum við allir sáttir hérna? Eru spurningar hvað er að gerast hérna? Við munum taka 2 svona dæmi. Svona recursive descent parserar dæmi. Ok. Næsta dæmi er lambda. Hérna. Get ég ekki eitthvað svona stakka þetta. Ok. Það er alveg vatn, allt sem þurri í hálsinu og talar frá mikið. Ok. Lambda calculus is the theoretical basis for functional programming in languages. Consider the following BNF for lambda calculus. Ok, við erum búin að fara yfir hvað BNF er. Þannig að BNF er bara, búið að skilgreina, búið að láta context við grammars í svona suit and tie. Basically láta það ákveð format þar sem maður getur skrifað þetta í tölvu. Þannig að enginn vil nota hérna Unicode karakterinn fyrir ör. Fattar þau? Þannig að þið getur ímyndað yfir að allt sem er inn í svona bracketi, allt sem er inn í svona guggum, það er bara non-terminal. Bara alveg eins og vorum við áðan þarna stóru stafirnir, og litlu stafirnir voru terminals. Það var munurinn á milli þess að tekja. Þannig að það sem er inn í goggum, það er non-terminal og það sem er ekki í goggum er terminal. Þannig að konstant er terminal, var er terminal, opna og loka, svika er terminal og síðan hérna punktur er terminal og lambda. Þannig að við sjáum að tókarnir, sem eru literally bara terminalinir, eru svona gaurar. Konstant, var, opna, loka, lambda og punktur. Þannig að það eru hvað? 2, 4, 6 tókar. Svona pínu side note við þetta. Ok, þið sjáum að þetta þannig er þess að grunnurinn að öllum functional language-um. Þetta eru 6 tókar. 6 tókar. Hversu fáa tókar haldið það þarf í fordrunarmáli til að vera bara proper fordrunarmál? Hvað myndið halda? Bara 2. Binary. Allt sem þú þarft. Getur skilgreint allt með binary. Þannig að þú getur haft space og tab og good luck að forrita því. Ok. En já, hérna erum við lambda. Eins og sjáðu, þetta er ótrúlega simpul mál. Þetta þannig eiginlega coverar öll casein í lambda calculus og þetta þannig er Turing complete, ef þið einhvern veginn heitum það. Og þetta er mjög cool. Allavega. Okkur er sagt að gera recursive descent parser fyrir þetta mál. Þá spyr ég, ok, þannig að við erum með einn svona gaur, vinstra megin, þannig að við erum með hvað heitir þetta, non-terminal. Þannig að hversu mörg föll munum við gera? Ef við höldum áfram þannig að vera págauganir og fara til formúlunum til að búa til. 1 fall, ekki satt. 1 fall sem mun heita expression. Ok? Nú ætla ég að taka þetta hérna og færa þetta yfir á Notepad. Því að ég ætla að fara að vinna á þessu. Þannig að hér er komin nýtt. Ok, get ég eitthvað. Svona. Er þetta sjáanlegt? Já, þetta er sjáanlegt. Ok. Þannig að hægra megin á skjánum. Munið sjá basically BNF-ið fyrir þetta. Og síðan erum við með eitthvað svona pre-kóða sem segir hvernig þetta á að byrja. Bara eins og áðan. Þannig ég ætla að íta þessu út. Og það er mjög fallegt að hafa syntax highlighting, það er alveg þægilega að horfa á kóða svoleiðis. Þannig að hérna erum við með þetta. Ok, við erum með sem sagt. Þannig að, ok, eins og við sögum eftir áðan, bara 1 fall, ekki satt. Það er bara 1 non-terminal, það er 1 fall. Þannig að við erum farið að gera fallið void expr. Ok. Og eins og minn örgulega að halda að þetta er frekar stórt fall. Það er mikið að hlutum í þessu. En ok, byrjum bara á þessu. Hvað er það sem við myndum byrja á? Að spyrja, þú veist. Já, mitt, bara, ok, if
Next, oh my god. Next token er jafnt code token code punktur hvað? Hvað myndum við checka? Ef ég er með hvers konar token höndum á mér? Ef ég er með constant eða var, ekki sant? Veist, en ef við horfum á fyrsta symbolið í öllum stöðum, þá er það constant, var eða opnasvigi. Þannig að við erum með case-in að segja, ok, ég geti verið með constant í höndunum á mér, eða ég geti verið með var í höndunum á mér, eða ég geti verið með opnasviga í höndunum á mér. Það eru þau sem eru valid. En eins og þetta ekki, það er ekki valid að hafa lokasvig í höndunum á sér í byrjun. Það er ekki valid að hafa punkt í höndunum á sér í byrjun. Það er ekki fyrsta táknið hérna á, eða þú horfum strengið, það er ekki fyrsta táknið, ekki fyrsta tókin sem getur komið. Þetta er sammála. Þannig að við þurfum að checka öll þessi case, við þurfum að checka á þessu þrem caseum, það er eitt sem er sammenlegt. 3 caseum, þannig að, ok, ef ég er með constant, hvað gerir ég? Segjum bara constant hérna, constant. Svona. Hvað myndi ég gera ef ég er með constant í höndunum á mér? Ég kannski, þetta er leiðilegt, ég ætla að gera svona. Nei. Ok. Ég ætla að reyna að hafa þetta í sömu línu. Þetta er ekki, já, þetta er basically, þú ert með constant eða var eða, ok. Þannig að ef ég er með constant í höndunum á mér, þarf ég að gera eitthvað meira? Constant er bara constant. Það er bara búið. Ég þarf ekki að kalla neitt fall, það er ekkert meiri strengur, þetta er bara eitt constant. Þannig að, ok. En þá, þú veist, eins og við munið, ég var að lesa tóka, þannig að ég þarf vist að vera góðu gaurinn sem eru að nota mig. Þannig að ég næ í næsta tóka og síðan returna ég. Ok, þannig að hvað gerist ef ég er með var í höndunum á mér? Þú veist, ef ég er hérna. Var ég hérna. Bara nákvæmlega sama. Þannig ég gæti gert svona eins og CodeMonkey og gert svona og síðan sagt hérna var. Var. Eða ég get líka bara sagt, hei, þetta er nákvæmlega sami kóði sem gerist, þannig að ég ætla að gera svona. Þannig ég segi bara, hei, ef þetta er konstant eða var, þá ætla ég að gera þetta þannig. Sjá, þetta er bara nákvæmlega sami hluturinn, þannig að ég gera þetta bara nákvæmlega eins. Alltaf sammála. Ok, þannig að við erum búin að koma á fyrstu 20 case-in. Helmingur er búin. Ok, hvað með næsta case? Ok, ég hef opnað svið í höndunum mér, þannig ég þarf að checka það. Eða ég er með, ok, taglansi þarf ekki að skrifa þetta eða, af því að það er í turn bara beint hérna frá. Eða ég er með höndunum á mér, next token, token code, punktur, það er ekki left bara, allpar, já. Ég er alltaf að nota mismunandi, open, left, já. Ok, ég er með hérna svona. Nú vandast málinn, sko. Nú veit ég er með í höndunum á mér opnasvega. En hver er munur á þessum tveim hlutum? Já, næsti er expression á kallanum. Akkurat. Þú vilt kalla í expression, en hér kemur gallinn, þannig að þú veist ekki nákvæmlega hvað, þú getur vitað það, en það er mjög einfalt leið að vita hvort það sé expression eða lambda sem þú hefur í höndunum. Því að lambda er ekki fall, þá getur einfallega beðið næsta tóka og skoðað hvort það sé lambda. Og þið vitið, ef þið horfið, þetta er meira svona compiler talk, en þið vitið ef þið horfið, þá sér þið að lambda er klárlega ekki einhvað sem expression gæti byrjað á. Því að eina hlutur sem expression byrjar á er constant, var eða opnasvigi. Þannig að ef ég sé lambda næst, þá hlýti ég að vera að fara inn í þessa hérna klausu. Make þetta sens? Ok, þannig að maður þarf smá að pæla, sko, þetta er ekki alveg bara CodeMonkey, bara eitthvað tróðs öll út. Ok, þannig að ég er með left param í hendunum og hvað nú? Nú þarf ég að checka einhverju fleiri. Nú ætla ég að lesa næsta tókin í lexið mitt, þannig að ég fæ næsta tóka sem er þá annarkvort einhvað sem er inn í expression eða lambda. Þannig að hvað vil ég checka á? Ok. Þannig að ég checka að next token ég átti að token code.lambda. Lambda, þá hvað? Þá kemur núna næsta fyrirbreyða því að nú þurfum við að checka rosalega mörgum tókum.
Nú þurfum við að checka á var og síðan punkti og síðan expression aftur og síðan loka sig á, þú veist. Það skilja mig, þú veist, við erum búin að checka þetta hérna, þetta er good, búin með svona og nú þurfum við að checka á þessu svona, síðan svona, síðan svona. Það er mér. Þannig ok. En ok, byrjum á elsinu, byrjum á þessu hérna case-i. Byrjum á, ef þetta er ekki lambda, hvað gerum við þá? Það er aðeins auðveldara, það er þægilega að hugsa það. Ef þetta er ekki lambda, hvað gerum við? Kallar expression. Þannig við segjum expression. Nei, expression. Sér kallum við aftur expression. Ekki rétt? Það getur sens. Og síðan þarfum við að checka hvort að token sem erum í höndunum okkar sé þannig að veit bara. Ekki satt. Þessi ykkur. Þannig að við checka hvort það sé right bara. Fyrir aftan þessi 2 expressions. Ok. Þannig að já, svona side note, en vanalega þegar koma villur upp í þessu, þess að þið munið forrita svona gaur, þá er það oftast að hver á að lesa næsta tókan vandamálið. Er það ég sem var að skoða tókan eða gaurinn sem er að fara að ná í tókan sem á að taka, hver á að lesa, hver á að ná í næsta tókan, Þannig að vanalega ef það er eitthvað svoleiðis, þá eru kannski 2 föll sem eru eitt býst við að fá tókan ready og menn hitt býst við að hinn sjá það, Þannig að það er alveg, kannski alltaf samluturinn. En já, skil ekki að minna, það vanalega villunir eru vanalega í þessu svæði, ekki endilega í lógíkinni hérna á hvort þið gerðu örugglega const og síðan, opna og loka dæmið. En það er frekar straightforward hvernig að gera það. En ok, við erum að loka sviðanum, þannig að við sáum, hei, þetta lokast, cool. Og þetta segja hérna, okay. Já, takk. Já, pínu dottin út þá. Þannig að, náðu í næsta tóka og returna. Og já, takk eins og segir, RR, fyrir neðan allt saman. Þannig að við erum bara eftir hérna að fylla inn í hérna fall, sem er þessi hérna runa. Þannig að ok, við vitum við erum landi í höndunum, hvað gerum við næst? Við náum næsta tóka, ekki satt. Þannig að ég ætla að gera svona, náum næsta tóka og hann að vera hvað? Var, nákvæmlega, og síðan náðum við í næsta tóka, hann á að vera hvað? Period, og síðan hvað? Eftir það er valid, þá köllum við expression. Nei, við náðum í næsta tóka og köllum við expression. En þið sjáu hvað ég er að tala við verðum mjög nestað, Expression, og síðan gerum við nákvæmlega sama hérna neðan, sem var, hei, þannig að það var loka svigast eftir þetta hérna. En ég fara hratt, kannski. En þið sjáu þetta er bara mattsalt, ok, þannig að ég var með lambda, síðan ég fá var, síðan ég fá period, síðan ég fá, síðan ég kalla expression, síðan eftir það og ég fá right param. Sjá hvernig það mappast, bara bam, 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 bam. Og síðan að ég loka einhverjum fullt hérna, einhverjum svigum hérna. Ok. Þetta er skiljanlegt. Ok. Þegar þú eftir hæðisuna, þú komið þóttað. Hérna? Já. Þú segir next only after legs, þannig að við sem sækir. Já, sem sækir næsta tóka. Ég bara, þú skalt gefa búin að fara á enda. Og þú segir stílur next token í, að ég líka að segja þetta á bæli eða eitthvað. Það fylgist ekki að. Já, þetta er til að tjekka að röðin af tókunum sé rétt. Já, það er þessi lína svo þarna, next token samtidig after legs. Hérna? Já. Þetta er til þess að sá næsta sem tekur við sé örugglega að fá réttan tóka til sín. Þetta er af því að tæknilega séð var ég að tjekka hvort að þessi tóki sé right param og það er engin, það er einn annar, það er eiginlega bara ég sem á að tjekka það á þessum stað. Akkurat þarna á ég að tjekka það, þannig að þegar næsti tekur við, þá á hann ekki að vera að horfa á eitthvað sem ég átt að tjekka. Ég átt að tjekka, this is my problem, not his. Þannig að ég sé að tjekka hvort þessi er rétt og síðan að ég næsta tóka til þess að hann geti haldið áfram.
En ég skil hana svona smá, svona, ég skil að það er skrítið ef það er næsta tóki sé end of file, þú veist. Það hljómar eins og það sé skrítið að ná í hann, fattarðu. En það er bara til þess að ef þú nærði hann, þá veit parsurinn að það er búið, að þú veist, að ég er búinn að lesa allt sem þarf að lesa, skilur. Þannig að þú myndir tvöfald sem þessi lína sem verður að síðast lína hægvæn. Þannig að ef hún var tvöfald sem segir þú næsti á að taka það, ég var ekki næsti. Já. Og er það þú pælingir ef þú væri með aðra sætt alltaf aftan? Já, þú veist, sem dæmi þannig að svo getur ekki búið til eitthvað svona fallið hérna. Þú veist, ímyndu okkur að við séum með hérna, þú veist, það er ekki, ég vil ekki séð hérna, lambda var period tveir náttúrulega, ég veit ekki alveg hvað expression, þú veist, kannski vont dæmi, sko, sjá. Var, sem segjum bara 3, nei, ok, var. Ok, x. Kannski við séð hérna. Og ég er að reyna að búa til eitthvað dæmi út af hausnum á mér, sko. Ok, svona dæmi. Það veit ekki hvort þetta sé rétt, sko, en þú sér að þú veist, þessi hérna klausa sem við erum að keyra, þegar hún lýkur, þá er klálega ekki búið, þá þarf þessi hérna klausa að fá enda paramið sitt sem er í hérna gaur. Þannig að þegar þessi hérna klárar, sem er taklast í hérna gaur, já, hann er næstaður inn í, sko. Það er svona, þú veist, recursinu sem er að gerast, sko. Þannig að þessi gaur er bara næstaður inn í og þú veist, þegar hann er búinn, þá þarf þessi greinagauður að fá næsta tóka til að geta verið vissum að þetta þannig sé rétt. Ok. Eigum við að hoppa þá í næsta dæmi. Þetta er senast dæmið. Hvenær er tíma búinn? Kannski er ég búinn að hoppa þetta lengi, þannig að kannski vil ég fá break eða eitthvað. 20 mínútur? Nei, þetta er ekki mál. Já, við erum þetta að byrja seint, þetta er technical issues. Herri, ok. Næsta dæmi, við skoðum þetta hérna. Þá erum við ykkur gefið hérna kvantasíkugammarið sem lítur svona út. Eitthvað S verður að S stórt A, nei, sorry. S verður að A stórt A, B, eða og svo framvegis. Ok, og okkur er sagt, hei, sýnið þið að þessi strengur AAA, BA, BB sé í málinu með því að nota leftmost derivation. Og það er það sem við vorum að nota áðan. Við vorum að sína að, þú veist, alltaf taka það sem er lengst til vinstri og sína að það sé, þú veist, afleiða það áfram. Þú veist, alltaf það sem er lengst til vinstri, afleiða það áfram. Ok, hefur við ekki bara að taka þennan streng og gera það. Það hljómar alveg frekar vel. Þannig að hér er málið. Ekki mötunitið. Og okkur þurfum þetta hérna streng. Ok, þannig við byrjum S. Þannig að ég ætla að gera S verður að einhverju og hvað myndum við vilja byrja á? Við höfum tvær reglur til að velja. Við getum annað hvort valið þessa reglu eða þessa reglu. Klárlega fyrir að því að strengur byrjar á A og við viljum klárlega fá A í byrjun. Þannig að við fáum hérna, go away. A, og svo stórt A, lítið B. Eða, nei, svo höldum við áfram. Ég ætla að halda áfram að gera þetta svona. Það er minnst einhvern veginn að þægilega er að horfa á það niður. Síðan gerum við hvað? A verður einhverju. A, C, lítið B. Og svo hvað? Er þetta alveg stórt? Það geta að finna mér. A og C verður að AB. AB. Síðan kemur B. Og þetta hérna er tæknilega séð eina skipti sem við þurfum að nota leftmost derivation af því að í öllum hinnum tilvíkjánum hefur bara einn stafur verið, þannig að, veist.
Þannig að hvort notum við afleiðum við A eða B. A. Nákvæmlega. Þannig að A og svo hvað? Hvað verður það? A, C og síðan stórt B og B. Ok, og svo hvað? Hvað gerum við nú? A og breytir B-ni yfir í, nei C-ni yfir í lítið B. Rétt. Og síðan bara B og B. Ok, og hvað svo? Hvað hérna? A, B og svo hvað breytir þetta þannig yfir í? A og hvað? Það það. Aha, makkalega. B, A, B, B. Og djöfis snilt, þetta er strengur sem hún leitar. Bara fullt af space um allir milli. Ta-da! Amazing. Ok. En sjá hvernig strengurinn er búinn til. Það er svona eins og diagonal lína sem er svona, þú veist, það er alltaf verið að pusha lengi til vinst hana hægri. Og það er leftmost, það er alltaf verið að generata strengi til hægri, þú veist, hugsanlega, þú veist, ef við hugsaðum svoleiðis. Það verður alltaf lengur og lengur til hægri. Ok. Cool. Jæja. Nú kemur implementaði þetta mál sem recursivity set parser. Ok, við erum búin að gera þetta núna 2 sinnum og við getum að gera þetta í 4-3 skiptið þannig að ég ger nokkuð nema bara að skrifa. Þannig að ég ætla bara að hlusta á því skrifið, því segið. Ok, þannig að ég ætla að búið til nýtt fall, ég ætla að taka þetta hérna. Nei, til að skilja. Svona. Svona. Hér við góðum. Ok, og það er spurningin, ok, hérna erum við málið. Hvað erum við að fara að gera núna? Hversu mörg föll er ég að fara að gera? 4, hljóma vel. Og hvað er þetta föllin? Rétt. S, A, B, C. Þannig ég ætla að segja A, B, C. Ok, og hvað gerir hvað fall? Notabene, við erum bara með 2 tegundir hérna, við erum með token A eða token B og þetta er bara eins og áður, þá er S startfallið og við erum með fyrsta token nú þegar í next token. Þannig að, hvað byrjum við að gera? Ok, nákvæmlega. Þannig við tjekkum NX token, code, footer, token A. Ok, F svo er, ég ætla að fara fram og tilbaka hérna. Ef svo er, hvað vil ég gera? Hvað segir? Kalla á, vil ekki gera svona eitthvað eða vil ekki gera það? Akkurat. Við kallum að, við náum next token af því við erum búin að skoða þennan token, þannig að það er undone. Og síðan höldum við áfram, kallum að og síðan gerum við hvað? Nákvæmlega. Þannig að við tjekkum nákvæmlega hérna. Nema, það er svo stort, ég ætla það sem ekki aftur. Token B. Ok. Þannig að ef hann er token B, þá held ég við svo bara góðum málum. Þá lausum við næsta toka og returnum, eða ekki. Það er alveg fyrirkomulagið sem við hingað til gert, þannig að ég ætla að segja ekki neitt. Ok, hvað nú? Já, það er ekki. Það sé að gera eftir. Þannig að þú þurfum að tjekka ef next token og taka eftir þetta er náttúrulega ótrúlega simpul mál. Það er bara 2 tókar í málinu. Þannig að ef það var A þarna, getur þú tæknilega séð bara else hérna. Af því að þá er þetta B. Ef það er ekki A, þá er þetta B. En ég ætla svolítið að hafa þetta að því að það er meira general að gera þetta alltaf með því að tjekka. Þannig að segja next token, ég átti
var ekki B? Token B. Já, það er hérna token code. Þetta er það sem þið að setja með hvort þetta sé bara eitthvað það er ekki lesni með. Já, en það er taking care of leksinum. Leksinum séu það. Og við erum að assume að leksinum sé búinn, getur alltaf servað, það er. Þannig að það er hérna, við ætlum að hoppa aftur í descriptioni. Það er hérna, þú veist. We assume that the lexical analyzer lex exists, which returns the next token in the form of integer constant, sem er basically enumið. Það er. Þannig að, þú veist, það er satt mjög góð punktur að við erum kannski að passa að, þú veist, hei, það gæti verið eitthvað symbol sem meikar ekki sens, en við erum komin fram á þeim parti, við erum komin í gegnum, þú veist, parturinn sem sá að sjá það, hann er búinn. Við erum núna að skoða parturinn sem skoða röðuna. Þannig að, token B. Ef svo er, þá hvað? Akkurat. Og síðan kallar á B. Og svo hvað? Hvað er það? Nei, þetta var það. Aha! Storta! Svona. Storta. Ok. Og takk eftir því að núna þarfum við að, við erum búin að tjekka að til þess að lenda ekki í þessari klausu hérna fyrir neðan sem er error, þá veitum við að við erum bara að segja, ok, við erum búin. Það er ekkert meira til að tjekka þess að við erum búin. Bara eins og við værum hérna búin, það er. Ekki satt. Það er ekki að skilja neitt á því. Að því að þú veist, sjáum það. Að því að við erum ekki að tjekka neitt kóða, þú veist, tjekka neitt tóka. Að því við tjekkum ekki neitt tóka, þá þurfum við ekki að halda áfram, það er. Þetta er bara, þú veist, alltaf að þú tjekka kóð tóka, þá þarfst að ná í næsta tóka. Það er. Ok. Hvað gerir A? Tjekka hvað tókum með A. Og ef það kemur A, hvað gerir það þá? Kallar hann á C. Þannig að hann þarf fyrst að ná í þetta hérna dót og síðan kallar hann á C. Ekki satt? Makes sense. Og nú kemur spurningin sko akkurat. Af því við erum búnir, þú veist. Og þá getum við kallað, þú veist, mjög þægilega á error hérna. Haldið þessu venjulega structure sem við gerum alltaf. Nota bene samt, þannig að svo það komið fram, þá er þetta ekki alveg jafn efficient, þú veist, error handling og hitt. Þú veist, ef þú ert með hverjum einasta stað sem þú lest tóka, þá getur þú láta error, af því að þá veistu nákvæmlega hvað er að gerast í línunni. Þannig er ég bara að assume að error muni koma saman, þú veist, það skiptir ekki máli hvað það er, þú veist. Ég bara segi, það kom error. Þú veist, ég veit svona nokkuð með ballparki á því, hvað kom errorin, ég veit ekki nákvæmlega hvað tókið það var sem gerði errorin. Þú veist, með þessari aðferð. Ég get sýnt ykkur hvernig lausnin er hjá kennaranum, en þar gerir hann sko bara if else þegar hann er að tjekka sko og sendir alltaf error ef það virkaði ekki. En eins og ég er búinn að segja þér, þá finnst mér þetta bara meira clean einhvern veginn. En ok, herru, hvað er að gera? B. B verður hverju? Ef það er A, þá ætla ég að ná í næsta og kalla á B. En ef það er ekki A, þá hvað? Þá hlýtur það að vera B. Þannig að ég ætla að gera aftur hérna, gerum þetta svona. Og þá kemur aftur punkturinn sem ég kom með áðan, sko. Þá er þetta hérna B. Og þá mun ég bara ná í næsta tóka, ekki kalla í neitt, bara returna og done. Og nú kemur spurningin, þarf ég að segja error? Tæknilega séð ekki, af því að það er búið að covera öll casein. En ef við halda standardinu, þá getur við skrifað error sem mun aldrei vera kerður. Sem er, þú veist, dead code sem er vanlega bad practice. Og meira þess að þetta simplifæði þannig að kóða meira, sko. Þetta að segja... Nei, þú veist, þú getur meira þess að sagt bara else hérna. Þú veist, þetta er annað hvort, skiljum við. Ef þetta er A, þá er þetta þessi hérna gaur sem á að gera.
En ef það er B, þá er það síðan einhver sem er að gera. Þannig að þú getur alveg sagt else þannig. Af því að fyrir nákvæmlega þetta mál, þá eru bara 2 tókar. Skiljið mig, þú veist. Sem er alls ekki satt fyrir önnur mál. Ok, ég ætla að... Ég ætla bara að hafa þetta svona. Mjög clean. Ok. Og nú kemur C. Hvernig gerum við það? Ok. Skrifum þetta bara. Ekki vera lazy. If next token er jafnlega token code token K. B. Ok, þá veitum við að... Já. Svona, og returna þessu eru. Það eru búinir. Return. Og síðan else eða hvað. Og nú kemur, þú veist, nú þá maður að pæla, sko. Hvað gerist hérna? Það er ekki? Mikið það ekki sens. Þú veist, ef það er ekki B, hlýtur að vera annarkvort, það hlýtur að vera A sem má sjá um þetta. Þannig að aftur þurfum við ekki að kalla á error. Takk eftir því. Það er fyrsti tókin hérna er annað fall, þannig að ef það virkaði ekki, þá er það sem á að sjá um errorin. Er það mikilvægt sens? Þannig að hvernig getur það A, hvernig getur það B. Og þetta er bara leyfilegt af því að ég er í törna hérna ef það var B. Það er bara búinn. Þá er þessi hérna blokk, þessi hérna if statement, það cover þetta hérna case, og ef það feilar, þá er bara þetta hérna keyrt. Ekki satt? Allir káttir. Þetta er ekki bara... Svolítið tvistur. Ok, herri. Já, við erum tæklan sér bara búnir. Ég var spæðið að hoppa smá yfir þarna stóra verkefnið, sem er 10% skil eftir 5. Eftir stuttan tíma. Það er ekki 8%. Já, það eru einu actual skilverkefnin sem gildi eitthvað eru alltaf stóru skilin. Tæmutímaverkefnin sem ég er að fara yfir gildi ekki neitt. Ok, byrjum við skulum koma okkur... Jú, það eru 3 forðunarverkefni og 2 svona. Þetta er svo sagt... Java. Minnum mig. Java og síðan... Nei, sorry, ég er að bulla. Það er, ég held að sé Java fyrsta, síðan SML og... síðan Prolog held ég seinasta verkefnið. Þannig að þetta eru mismunandi forritunarmál. Af því að kursinn náttúrulega snýst um það að kenna ykkur mismunandi tegundir af forritunarmál. Þannig að það væri pínu counterproductive að sýna ykkur breytt eina tegund. En ok, við erum að skoða hérna. Skoðum þetta hérna. Hérna. Jú, ég get alveg. Svona. Herri, ok. Kannski svona. Ok. Ok, sem sagt, þetta verkefni er svona, þú veist, basically ritgerðarverkefni, þannig að þú veist, þið skiljið skýrslu eða bara skiljið svörunum ykkur á pappír, þetta er ekki forritunarverkefni. Sem sagt, það sem fyrsta spurningin snýst er bara, þú veist, þið þurfum bara að kynna ykkur hvernig hvernig túlkun virkar, hvernig, þú veist, hvað er að gerast, hvernig tekur kóðan þinn og færa það niður á maskinum sjálfa, þú veist. Hvernig transformið, þú veist, þessu kóðafyrirbyrði og hvernig það er keyrt á endanum, þú veist. Það þarf einhvers að keyra 0.1.0.1 einhvers staðar. Þannig að hvernig er það gert, þú veist, hvernig fer það frá því að vera eitthvað sem þú skrifar í high-level forritunarmáli niður í vélamálið. Þannig að þeir eru bara svona útskýrið hvernig ferlið er og þú veist hvað er að gerast. Sko, dæmi 2. Og literally það sem stendur hérna, use, for example, the internet for finding information. Þannig að þetta er literally, þannig að googlið þetta og svona spurningunum. Þetta er bara til þess að þið skiljið hvað er að gerast, af hverju,
basically að skilja hvað er JSON og hvað er CPython. Þú veist. Þannig að, þú veist, þetta er pretty straightforward. Og þannig að, já, og varðandi báða liðina, sko, bæði 1 og 2, þú veist, ekki vera að skila mér, þú veist, einhverjum svakalegum ritgerðarspurningum, sko. Þú veist, þetta er ekki, við erum bara lítið svar. Compact is awesome. Ok, og þannig að ég get svara spurningum svona, ef það er eitthvað sem eins og, þú veist, hvað er intermediate language eða hvað er abstract machines. Þú veist, ég get svara því, þú veist, svona general, en ég get ekki farað að segja ykkur nákvæmlega svörin til þessu hérna það. Og það er að þið getið farið á internetið og skoða það. Þetta er bara til þess að opna augunum fyrir því að eitt forritunarmál, Python, er með mismunandi útfærslur. Og hvað er benefitið að vera með mismunandi útfærslur á sama forritunarmálinu. Ok. Hérna erum við með einhvers sem við hefum gert nú eitthvað 3 svarið þessum tíma eða eitthvað. Leftmost derivation á þessu hérna context recovery á þessa 2 strengi. Þannig bara að, já, ekki sína tréið, heldur sína, þú veist, afleiðsluna sjálfa, þú veist, hvernig byggur til þennan streng með málinu. Ekki satt. Gefnir 10 punktar, komur. Ok. Næsta er að ykkur er gefið BNF, context recovery, fyrir mjög litlu subseti af ensku. Og eina sem þetta subseti getur gert er að búa til þennan hérna streng. I saw the man with binoculars. Og eins og þið vitið þá er venjulegt tungumál, það er, þú veist, tvírætt. Þannig að, þú veist, þú getur skilið sömu setningin á 2 mismunandi vegu. Og þetta verkefni bara snýst það að sýna fram á að þessi setning sé tvírætt. Með BNF-i. Nei, með þannig parstré. Þannig að það er basically sagt hérna að teiknið upp 2 mismunandi parstré fyrir strengin bla. Fyrir þennan streng. Og voru allir klárir á hvað þýðir þannig að, þú veist, tvíræðni eða hvað er ambiguity. Alltaf ruglast þú veist, munurinn er sem sagt að hvað tvíræðni er, það er basically að þú getur tekið sama strengin og skilur hún á 2 mismunandi hátt. Þannig að ég ætla að hoppa núna yfir í notabóti mitt. Þannig að ef ég býti nýjan hérna jú að ok, ég ætla að ok, svona. Þannig að sem dæmi, ef ég er með strengin hérna 1 plus 2 sinnum ok, tökum strengin 2 plus 3 sinnum 4. Ok, hvort ætlar að gera þetta á undan eða þetta á undan? Að sjálfsögðu. En hins vegar getur við með BNF sem veit ekki hvor leiðin átt að fara. Þannig að takið sem dæmi, þetta hérna BNF, þú veist, verður að plus eða sinnum og síðan skal ég segja að verði að 2, 3 eða 4 svo ég geti búið til þennan streng. Ok, þannig að þú veist, þarna get ég búið til 2 mismunandi tré, 2 mismunandi interpretations af þennan sama streng með þessu máli. Þannig að ef ég fer fyrsta leiðina, ég held að ég geti teiknað þetta, stay with me. Ok, og síðan kemur þannig að aftur, plus hérna fyrir neðan. Ég reyna að teikna 3 í notepad, bara svona, svo við vitið. Svona, þannig að þú veist, getur orðið að plus það er bara fyrsta sem við gerum. Og síðan næsta sem við gerum er þá að breyta, við veljum bara þarna megin. Sem er bara verður að 2 hérna. Og þessi hérna, verður að, oh my god, það er meira pláss. Verður að sinnum ok, þetta er parstré. Þannig að verði hérna þá 3 og þessi munum 4. Þetta er 3. Náðu að sjá það, skvinta augun einhvern og þú vilt að þið sjá það. Þannig að þú veist, þú uppi og síðan þú veist, svona örvarina bim. Þannig að þú veist, þú tókst þetta hérna fyrst. Síðan tókstu á þessu hérna tókstu markvöldunum. Ok, þetta hérna getur alveg eins gert, oh my god, með því að gera svona. Þannig að markvöldun hérna, dröfum hérna, oh my god.
Ok, þetta er alltaf að gerast. Stay with me. Ég er að gera hina leiðin til að skrifa tríðið. Þannig að, ok, svona, og svo kemur hérna, þannig að ég. Þetta er alltaf að gerast, held ég. Ok, klúsina, og hérna. Þetta er alltaf að gerast, ég lofa. Ok, og hérna kemur það 2 og hérna kemur það 3. Done. Sjá þetta. Þannig að, þú veist, hérna var markföldin á undan. Þannig að þú tekur 3 sinnum 4, það verður hér sinna tala. Þú segir það með undan, það er alltaf næsta. Já, það er bottom up. Þannig að, þú veist, þú getur hugmyndaðir, þú saminar laufin á leiðinu. Þú veist, allavega hvernig maður útfæra þetta. Þá myndir þú segja, þú veist, ok, þetta það myndi fá gildið 4, þetta hérna myndi fá gildið 3. Ok, hvað myndi þá þetta hérna fá? 3 sinnum 4, 12. Það er það sem gildið hérna væri á inu. Síðan 2 plus 4, þannig að 12, 14 kemur í endan hérna. Þá er það loka niðurstaðan 14 sem kemur hérna upp í eið. Á meðan þessi hérna er allt öðruvísi. Þú veist, 2 plus 3, það myndi vera hérna, sem væri þá 5 sinnum 4, 25. Totally different. Þannig að við sjáum að þarna allt í einu með ambiguity í málinu. Þetta hérna, sami strengurinn getur verið interpretað á 2 mismunandi hátt. Eða þið squintið augun ykkar. Ég held þessum að ranna á tíma. Já. Er mikið eftir það? Nei, alls ekki. Þetta er 1 dæmi eftir. Þú veist, ok. Herru, Lola, þið að gera tala. Síðan er stóra dæmið, það er outbreaking notation, basically að þegar að taka þennan hennar streng, eða taka þessa tegund af máli sem er þarna chess mál og búa til BNF fyrir það, eða búa til context free grammar fyrir það. Og það er mjög detailed description af málinu hérna fyrir framan ykkur. Ok, cool, við munum lesa þetta þarna. Síðan, nummer 6 er þarna það eru villur í þessu forriti, þið að finna það og segja hvort það sé lexical error eða syntax error. Ok. Þetta er verkefnið. Cool. Takk fyrir. Nú kann ég ekki slaka á þessu. Kvöld fyrir 2 það?